við Gullinbrú. Komið þið sæl. Það má segja að hafi verið þokkalægsta veður á landinu í dag. Hitinn fór í 11 gráður við suðurströndina og í 7 gráður tæpar á Dalatanga og Austfjörðum. En annars hefur nú verið svona heldur kannski mildara og jafnvel blautt hér vestan til á landinu. Þokusúld eða smá rigning og það má sjá að það verður svona áframhaldandi aðstæður hjá okkur. Það er áframhaldandi vestanátt næstu daga með svona einhverjum smá sudda hér sunnan og vestanlands en þurfiði þá fyrir austan. Við erum ekki í lagðabrautinni eins og stendur, hún gengur nú hérna frekar til Skandinavíu og til Bretlandseyja en það gæti svo breyst undir næstu helgi. Það er komið svolítið hálku tímabil má segja hjá okkur þó að sé tiltölulega hlýtt yfir daginn að þá getur útgeislurinn að nóttu til orðið þannig að það verði talsvert hálka snemma á morgnana sérstaklega þar sem að verður eitthvað gat í skýjahulunni. Það er nú útlit fyrir að verði meira minna skýjað á vestanverðu landinu eða vestur helmingi landsins í nótt og á morgun en ekki útilokað að það svona opnist einhverja smá glufur sérstaklega inn til landsins en á austanverðu landinu að þar er hins vegar útlit fyrir bjartviðri þannig að það verður nú væntanlega frost við jörðu allavega mjög víða á austanverðu landinu á morgun og þá sérstaklega í fyrramálið. En klukkan 9 er útlit fyrir suðvestlæga átt hér suðvestan til á landinu, það verður skýjað víðast hvar og einhver smá væta. Það er útlit fyrir að þetta verði bara rigning en eins og segja ef þið farið út mjög snemma morgun svo þá er ekkert útilokað að verði ísing einhver staðar sérstaklega það sem að vindur er mjög hægur. Svipað sögu er að segja af til dæmis Breiðafirði en svo birtir til eftir því sem við förum norðar á Vestfirði og svo á norðvestanvert landi þannig að þar gæti ísingahætta nú verið heldur meiri en almennt eru þetta svona frekar hæg suðlæga eða suðvestlæg átt og hiti í 2 metra hæð svona 3 til 5 gráður. En það kólnar eftir því sem við förum austar þar sem að verður bjartara að litast og verður líklega nokkuð heiðskýrt í nótt. Hitinn svona 2 til 4 gráður kannski eftir því sem að best lætur en þetta er endar klukkan 15 á morgun en í fyrramálið hins vegar gæti nú orðið frost. Hér sjáum við síðan hvernig staðan verður á suðaustanverðu landinu. Það má búast við því að það verði líka svona bjart allavega með köflum á norðan til á svæðinu en skýjað og svona heldur hlýrra hér vestan til. En síðdegis á morgun síðan er áframhaldandi suðvestanátt og maður búist við því að hún verði svona fremur vætusöm kannski á vestanverðu landinu. Það er súld víða í kortunum sérstaklega við Faxaflóa og Breiðafjörð og hún nær nú kannski eitthvað austur með suðurströndinni en svo birtir til eftir því sem að við förum austar. En á fimmtudaga þá er áfram þessi hæga vestlæga átt í kortunum, það hins vegar dregur aðeins úr vætunni, þó er útlit fyrir smá vægilega skúri við suðurströndina en bjartviðri og þá kaldara að litast á norðan og norðaustanverðu landinu. Á föstudaga þá er útlit fyrir að áttin snúi sér til austurs, það verður smá skilabakki við suðurströndina og jafnvel allra nyrst líka, annars verður nú úrkomu lítið á landinu sjálfu en víðast hvar skýjað að minnstakosti einhver háskýjahula. Hiti er áfram á svona svipum slóðum á hann hefur verið en það er þó farið að kólna svolítið til dæmis í Eyjafirði í hægviðrinu. Og laugardaga þá er útlit fyrir vaxandi austanátt og svona fyrirpart dags allavega er útlit fyrir bjartviðri á vestanverðu landinu en smá vætu austan til en það gæti svo þyknað upp með úrkomu á sunnan og suðvestanverðu landinu þegar líður á kvöldið. En það er sem sagt útlit fyrir vestlæga átt og vætu hjá okkur í fyrramálið á vestanverðu landinu en bjartviðri austan til og hiti verður svona víða frostmark sennilega snemma í fyrramálið en svo nær hann sér aðeins á strik þegar líða tekur á daginn. Verið sæl.